Komið þið sæl. Það Heime best sem hilsar hér á samstöðinni. Gestur minn að þessu sinni Helgi Pétursson. Helgi, vertu velkomin. Takk fyrir það. Áður varstu mjög þekktur tónlistarmaður. Já. En kannski tölum aðeins það eftir. En núna ertu formaður landssamband eldri borgara. Já. Og á dauða mínum átti ég von, en ég yrði það eitthvað tíma það. Þú varst náttúrulega grái herinn og þú varst nú forsvarsmaður þar. Já, þetta hlaut að enda við ósköpum einhvern veginn. En þetta ég bara fór í þetta og þetta sem betur fer með mikið góðu fólki í kringum mig og svona með voðalega mikla réttlætis einhverjar tilfinningar að verða að laga það sem að aflaga fer og málefni eldra fólks eru í djúpum skít eins og það heitir á bara venjulega íslensku og á svo mörgum sviðum og svo, hvað ég segja, ég held að menn hafi ekki búist við þessu öllu saman. Það svona stóri hvellurinn í þessu samfélagi og þessari umræðu allri það að allt í einu voru til miklu fleiri eldri borgarar heldur en menn höfðu reiknað með, eldra fólk. Bara við fína heilsu og bara fólk sem vildi bara spila golf og fara til útlanda og vera að gera þetta og hitt og hlaupa upp fjöll og fyrstindi og vildi hafa til þess fjárráð. Já. Og menn og taldi sig Já, sjálfsögðu. Já, ég held að það getur gengið inn í lífeyrissjóðana síðan. En hinum megin við borðið var svo fólk sem var með bara einhver Excel-skjöl, það sem var ekki gert ráð fyrir þessu, að þessi hópur átti bara að vera dauður. Ég meina, ég að verða 75 ára núna í lok mánaðar, svo ég minnstakosti 5 árum yfir tímatáknið, eða tímatalið, sko. Tímafrestin. En sko, menn einhvern veginn ekkert gert ráð fyrir því að þarna kæmi inn svona stór hópur og þetta á öllum sviðum. Þetta sem sagt í heilbrigðiskerfinu náttúrulega, hjúkrunar heimilin, það sko í verulegum ólestri, menn gerði ekkert ráð fyrir því að það væri svona margir sem að kæmu inn og þyrftu á þjónustu að halda. Svo náttúrulega bara húsnæðismálin. Fullt af fólki, sko, svo setja menn gjarnan upp alls konar svona myndir það nú verðum við að fá eldra fólki til að flytja úr grónu hverfunum, því að þar er infrastruktúrin, þar eru skólarnir og það allt saman að flytja í íbúði fyrir aldraða. Svo gleymist átt að segja á því að þetta eldra fólk hefur ekki efna á að búa að kaupa sér nýja íbúðum fyrir aldraða, skilur, og þetta er allt fast. Allt kerfið, en það er svona hugsanir í gangi en ekki gert ráð fyrir því að sko fjárhagslegi parturinn að þessu allur fylgi og það gegnumgangandi hugsun hjá stjórnmálastéttinni að eldra fólk hafi það bara fínt og þurfi ekki neitt. Menn hafa alveg sagt við mig, ég hef alveg setið fyrir framan ráðandi menn og þessi Helgi, það bara fullt af eldra fólki sem hefur það fínt. Sem betur, ja. Og ég sagði, en ekki hvað? Hvað á það hafa það skýtt? Ég meina, við erum búin að vinna í 50-60 ár, við erum búin að borga í lífeyrissjóði, við erum búin að borga í alla verkalýðshreyfinguna, allra sjúkrasjóði og guð má vita hvað sem þar er. Síðan sko hættum við að vinna og þá bara maður dottinn út. Það er svona smá tilslaganir í sumum verkalýðsfélögum með það maður geti leigt sér sumabústaði sem er eitthvað sem við byggðum heilu hverfin á slíku en það er svo mjög einhvern veginn fast inn í að þú ert orðin 67 ára, þú ert orðin eldri maður, eldri manneskja og þá þarft ekki eins mikið og þurð hafðir, sko. Þú þarft ekki, þú getur bara farið einhvern veginn svona niður á við til hliðar. Þú þarft ekki að vera að veita þér allt sem þú gerði þér áður. Sem er mikill misskilningur. Það er þessi grundvallar misskilningur af því að ég meina fólk er frískt og flott og vill auðvitað bara gera hvað sem það hefur verið vant að gera. Og hafa til þess fólk vill auðvitað geta gauka einhverja barnabörnunum sínum og haldið áfram að gera það sem það var að gera og var ekki að láta einhvern yfirvald að ráða því. Það er með ólíkindum hvað þetta er ríkt í kerfinu. Og
og við erum búin að fara, það er svo skrítið að standa í þessum borum að við erum búin að fara og því við höfum auðvitað ekki, við höfum ekki neitt verkfallsrétt eða ekkert vopn. Nei. Og við getum auðvitað farið niður á Austurvöll og fara að kasta grjót í Alþingishúsið og eitthvað svona að láta eins og vitleysingar. Það er bara ekki minn stíll, ég geri það ekki sko. Nei. Og maður gerir ekki svoleiðis hluti og við hljótum að geta rætt málin. Við erum búin að fara og tala við alla. Sigurðan, ég hef sagt þetta, ég er búin að tala við alla pólitíkusana, alla verkalýðshreyfinguna, öll þessi andlit sem við sjáum á skjánum og allir hafa náttúrulega tekið okkur sko alveg yndislega gaman að sjá okkur og gaman að tala við okkur og þessir pappírar sem þeir eru að senda okkur, láta okkur fá allt, þetta er rosalega vel unnið og við gerum þetta bara sjálf með sig og alls konar svona hlutir að en svo gerist ekki neitt. Nei. Ekki neitt. Já. Við erum með ég get bara svona gripið onni til þess þetta sko þessi áherslu atriði okkar eru komin meira og minna inn í allar málefna yfirlýsingar allra stjórnmálaflokkana á þingi og í stjórnarandstöðu sko það er bara eins og Framsókn vill afnema reglunum að fólk fari á eftirlaun og hætti störfum við ákveðin aldur afnema ber ákvæðum að starfsmönnum hins opinbera sé skylt að hætta störfum við 70 ára aldur og það Framsókn leggur áherslu á að frítekjumarki hækki í skrefum og að lífeyriskerðingar vegna atvinnutekna verði afnumdar. Bara svoleiðis. Formaður Samfylkingarinnar sagði í ræðu á dögunum að sko árin 2018, 2019, 2020 þá hækkaði lífeyrir minna en launavísitala og meira að segja minna en verðlag árið 2021 og 2022 og þá raunrýrnun að ræða. Og þetta er allt í andstöðu við 60. aðra grein almannatrygginga og hún segir svo líka við verðum að þetta er óásættanlegt kæru félagar, við verðum að gera betur. Þetta er svo sem alveg tónnin í öllu sem að heyrt þetta oft að sem að stjórnmálaflokkarnir gefa út en svo gerist ekki neitt. Og ég veit sko það að taka 57 milljarða af þessum aldurshópi í skerðingum það segir sér náttúrulega sjálft að sko, þetta er ofboðslegt óréttlæti og grundvallar hugsunum ég hef svo oft verið að segja við þetta fólk byrju bara 101 í hagfræði sko, ég meina hvað þetta gerist ef þessi peningar koma til hópsins þessa fólks, haldið allir laupi bara út í móa og fara að grafa peningana niður eitthvað svona og fela sig menn eyða þessu öllu sérstaklega þessi kynslóð sem er að halda áfram og inn í ævikvöldið að auðvitað allar þá gera vel við þig og þína og allt það. Hefur minni vinnuskyldur og engar sko og hefur meiri tíma til að leika sér. Einmitt, og það er það sem menn héldu að þeir myndu hafa en það er ekki svoleiðis. Það er auðvitað fullt af fólki sem betur fer sem hefur það fínt en það er líka fólk og það er þessi stóri mikli fjöldi í raun og veru sem maður hittir sem er svo nervust þannig séð hrætt að sko, það má ekkert gerast það má ekkert út af bera þvottavélin bilar eða eitthvað svona þá er allt bara í steik og en tala ekki um að bíllinn bilar og einhverju svona hlutir og þetta er svo viðkvæmt og okkur á að skilja fólk eftir á þessum árum sem að það er hvað sem er farið að hugsa jáfnvel það er eitthvað að gerast, ég kannski að veikjast eitthvað svo það er að draga úr krafti og annað, okkur eigum að leggja líka á það fjárhagsáhyggjur því að það er heilsufardsatriði það er bara heilsufardsatriði að hafa til hnífs og skeiðar og geta veittir einhverja hluti, farið í leikhús og tekið þátt í samfélaginu og ég bara ef við getum þetta ekki, ef við getum ekki gert þetta fyrir þennan hóp þjóðfélagsþegnana, þá er þjóðfélagi ekkert í lagi. Nei. Það er bara svoleiðis. Alveg eins og með hjúkrunarheimilin, það er oft verið að spurja mig sko, sem formann Landssambands eldri borgara, hvernig finnst þér ástandið á hjúkrunarheimilunum? Og ég hef sagt, ég eiginlega hef engan sérstakar skoðun á því. Ég meina, af hverju spurðið þið ekki ástandið á barnaheimili hringsins? Ég meina, ég hef alveg jafn mikinn áhuga á því. Það er á hinum endanum, það er börnin. Og þetta er alveg það sama, þetta er bara partur af kerfi sem á að vera í lagi. Og við héldum öll að myndi verða í lagi.
Við erum búin að leggja okkur í púk, við erum búin að leggja vegi og brýr og flugvelli og byggt skóla og sjúkrahús og allt þetta og heldum svo að þetta yrði í lagi þegar okkur kæmi. En það er skerðingar sem hafa verið framkvæmdar að það verið erfitt fyrir ykkur að ná þeim tilbaka. Við höfum ekki náð þeim tilbaka. Við höfum ekki náð þeim tilbaka en það stendur hérna. Það er heldur betur, sko, meira segja Framsóknarflokkurinn sem er nú í stjórn, þeir getur gert þetta með einu pennastriki, en þá er það menn náttúrulega að horfa í, velta því fyrir sér og hvert peningarnir fara og líka þeir verða að hafa bara, hvað að sína okkur þessum aldurshópi það traust að við auðvitað tökum þátt í samfélaginu áfram. Ég ætla ekki að fara að safna peningum úr þessu. Nei. Þú veist. Nei. Þannig að lítið tilgangur með því. Það er engin tilgangur með því. Þannig að, sko, það er þetta sem við erum að tala um áhyggjulaust ævikvöld að fólk hafi geti veitt sér einhverja hluti allstaðar í kringum okkur. Sko, í Noregi til dæmis að þú ferð á eftirlaun, svo viltu halda áfram að vinna og þá heldur þú bara áfram að vinna og það gerir þú skattfrjálst. Skilurðu? Og eldri borgarar í Noregi, það er kunningi minn sem býð þannig að segja, þú myndir nú hafa gaman að því að vera hérna svolítið, það er hér hafa með það, þeir eru á flottustu bílónum og allt hafa það svo flott, sko, þetta fólk fer í ferðir og gerir alla hluti og þetta finnst mönnum bara sjálfsagt. Þetta er bara fólki sem lagði sitt til þjóðfélagsuppbyggingarinnar og það er svo okkar skylda að þau hafi það gott í endan, ekki taka af þeim eins og við gerum hér, sko. Ég ætla að segja einu sögu. Við vorum í hérna Norrænu, Jókonan, og þar hittum við hjón. Hann Íslendingur en hún norsk. Og það var samkomulagið þeirra á meðan þau voru að vinnumarkaði að þá myndum við heim á Íslandi þegar því líki myndi flytja til Noregs. Og þau voru sem sagt að flytja til Noregs og hann segir það þau hafi fundið hús sem þeir ákvað til að kaupa og þau fara í bankann og spyrja hvort að þau geti fengið eða kaupa þetta út, hvort þau geti fengið 50% af kauparinu lánað. Já, ekki mál, bara gerir það og býta eins í bankamaðurinn og svo kemur hann með blað og þetta er það sem þau eru þá að borga af þessu og hann lítur á blaðið Íslendingurinn og segir nei, þú gleymir einhverju. Og það nei, ég gleymi ekki neinu. Nei, við hljótum með að borga meira þetta. Nei, hvernig færði þetta út? Já, sko, þið eru konar aldur að þið bara viðhaldi láninu. Þið eru ekki að borga vexti. Það bara hleðst upp og bara erfingin ekki að fá bara því minna, en þið þurfið að lifa. Þið eigið, sko, þið eru búin að vinna ykkur rétt inn þess, nú er þið bara að lifa áhyggjulaust, sko. Þetta er svolítið öðru sem hér. Já, þetta er, við byggum út á Jótlandi í 3 ár, komum hann út og hjá dóttur minni og tengda sinni og seldum í búð sem við áttum hérna í Garðabænum og færðum peningana yfir í banka á Jótlandi og fórum í bankan og hérna hittum það fyrir unga konu sem bara benda okkur á hérna, hún spurði að vísu hvað vantar ykkur, við lögðum inn eitthvað sem held ég einhver 1 milljón danskra króna, eitthvað svo leitt, bara þannig fýtt peningur og já, við náttúrulega leitað íbúð og svo vantar okkur bíl og ryksugu og hérna hvernig bíl langar það að kaupa? Ég var svona hérna Renault Captur, já það er fínir bílar, það er svo gott að setjast inn í það, þið gerir það. Svo fórum við og við keyptum bílinn og hún sagði, þú setur það bara á kortið, fara og kauptu bílinn og setur það bara á kortið. Svo fundum við íbúð og hún sagði, sko, Helgi, við lánum ykkur 60% á 2% af föstum vöxtum. Og hérna, náttúrulega engin verðbólga og alls ekki verðtrygging. Engin verðtrygging sem að maður, ég var að reyna að útskýra fyrir Lísbeth verðtrygging og hún sagði ekki, ég skil þetta ekki, þetta er bara þjófnaður. Ég fatt að þetta ekki, ég hef aldrei heyrt þetta. En hún sagði sko, og svo fór ég að segja, við eigum nú svolítið meiri pening, við getum alveg borgað meira í íbúðinni. Kemur ekki til greina. Þið eru komið á þann aldur, þið bara fara að leika ykkur og hafa það fínt og ferðast og annað og við bara sjáum ykkur, sko, ef hvað kemur upp á.
þá tölum við saman. En þetta rúlla bara svona og hérna er hérna kaupsamningur og greiðslu áætlunin út þessi 30 ár, skilur við. Og þetta var einhver upphæð þarna í 2017 þegar við vorum að kaupa þetta og síðan nokkurn veginn sama upphæð 30 árum seinna. Þetta er náttúrulega allt önnur veröld. Allt önnur. Og það er svo skrítið að menn skuli láta þetta yfir sig ganga hér á þessari eyju sem á að vera sko Shangri-La, sko velferðarkerfisins og allt þetta sko. Þú sýndi mér einhvern tímann mynd af svona búsettuformi það sem er sko yfirbyggði garðar og Já. Er það ekki Svíþjóð, er það ekki? Já, það er í Svíþjóð og Danmörku. Það heitir Boverian og Boriverian, heitir Boriverian. Og svona heitir að búa á Ríveríunni. En þetta eru svona gróðurgarðar, þetta eru byggt í og garður yfir og með mjög svona suðrænum gróðri og hlýtt og notalegt þar inni. Og hérna, já, þetta er svona byggingar eru að rísa mjög víða í Danmörku og Svíþjóð. Og margs konar svona byggingar sem að menn kalla sko svona klasa, samveru klasa, þar sem að fólk nýtur samveru við hvort annað og hefur þjónustu og þetta allt saman. Það er verið að tala um það hér, vantar ekki sko, það er verið að tala um að hafa byggja 1000 íbúða og allt það, en sko svo hafa mér bara alveg glemt að reikna það út hver á að kaupa þetta. Ég meina, eldra fólkið hefur ekki efni á því. Lífeyririnn er svo lágur að stór hópur af þessum lífeyrisþegum hefur engin tök á að kaupa íbúð. Þannig að menn eru lagðir á stað í einhvers konar íbúðarbyggingar, herferð, krossferð einhverja, en það var alveg glemt að reikna út hverjir eiga að búa þarna. Sko. Og það er engin þannig sé aðstoð við þessa hugmynd sem er mjög góð og skiptir auðvitað miklu máli að losa eldra fólk út úr grónum hverfum þar sem það er ekki að nota þjónustuna sem er fyrir skóla og leikskóla og annað slíkt sko. Getur sett það áfram til yngra fólks. Og þá þarf að aðstoða fólk við það til þess að leysa þessa hugmynd. Hér er alltaf þetta sama, þetta bara reddast einhvern veginn sko. Já, og hérna svo eru reyndar byggðar svona sko íbúðir, þjónustu íbúðir en sko þá, já, mér langar ekki að segja einu sem var ég að spila golf með eldri manni og hann fór að segja mér að hann væri búinn að vinna mikið í sín lífi, baki brotnu bara allt lífi, bara kunni ekki neitt annað og svo sagði hann, aldrei hefði mig grunað það Sigurjón að ég ætti eftir að vera fátækt gamalmenni. Það mér var svo í bröði sko, hann átti 2 börn sko sem búa ekki á Íslandi sko og hann bara, ég hef ekki lengur efna að ferðast til þeirra sko. Ég hef ekki heimsótt fjölskylduna mínar. Þetta er svo trist að sko, að hérna þetta samfélag sem að sko veit ekki aura sinna tal í raun og veru og hérna misskiptingin er náttúrulega ótrúleg og óhugnarleg. En að sko við skulum vera þjóð hér langt norður í Ballarhafi tæplega 400.000 manns sem eigum 2% af öllum fiski í heiminum. Sko þetta er ekki neitt smávegis. Og að við skulum ekki geta sko séð sæmilega okkur sko með þessi auðæfi í höndunum, með þessa orku sem við eigum og náttúrulega vatn og annað sem og framtíðarstöðu sem er svo glæsileg að sko það þarf meiri háttar brotavilja til þess að klúra því sko. Í framtíð Íslands sko, það er bara mjög erfitt að gera það. Já, verður ríka að auðæfi, það vantar ekki. Ég vantar ekki neitt almátt. En hvað heyrir í fólki? Þú ferð talsveit út á landi það ekki og hittir félagsfólk hér og þar. Já. Og er það afkoman, er það helsta umræðinni? Já. Það er það og svo náttúrulega hafa menn áhyggjur af þessari þjónustu, heilbrigðisþjónustu sem að menn eiga að fá. Þetta er náttúrulega ekki búin að vera neina smá fréttir og umfjöllun eins og stöðu Landspítalans og þetta allt saman. Þetta er allt, samkvæmt því, allt í kalda koli. En sko svo fara menn inn og þurfa á þjónustu að halda og allt það og koma út aftur fullir þakklætis og ánægju yfir mjög fínni þjónustu sem er veitt af þessu fólki sem er náttúrulega yfirkeyrt í vinnu og brjálæði sko. Náttúrulega engu lagi líkt sko. Sinnir og sjúklingunum alltaf Sinnir, það gengur fyrir. Það gengur fyrir.
En við erum að, sko, og það er þessi einfalda krafa finnst okkur að það sé, við verðum að taka náttúrulega þá hópa sem eru liggja langvest. Við erum komið með sko lífeyri undir, tæplega 100.000 krónum undir lægstu launum á markaði. Þú veist, það vantar 100.000 kall upp á það lágmarksviðmið. Upp á sko, það sem allra lægst. Já, bara lágmarksviðmið. Og getur rétt ímyndaði þetta fólk. Síðan höfum við sagt sko hækkum frítekjumarkið upp í 100.000 krónur sem það myndi skipta, það er sko 25.000 kall, búið að vera síðan 2017. Þú fer ekki út í búð fyrir 25.000 kall, skilur. Það er svona hlutir sko, þetta er bara átti svona danga og drastlast einhvern veginn sko. Og ég veit ekki nákvæmlega sko hvað að hækka sem sagt frítekjumarkið upp í 100.000 krónur. Það myndi kannski kosta, það má eiginlega ekki nota orðið kosta, það þyrfti að setja í það eitthvað sem heitir 14-15 miljardar, en það kemur allt tilbaka. Það er alltaf þetta sama, það er eins og ríkisvaldið haldi að þessi peningar hverfi. Farið með fólkinu í gröfina. Farið með fólkinu í gröfina, sko, sem er svo fáráleg hugsun. Þetta er akkurat omvendt. Fólk er að vill njóta sín, veita sér hluti og allt það. Og vera á veitingastöðum og hafa það fínt. Og hvað er að því? Við heldum að það væri það sem að þetta áhyggjulausa ævikvöld stæði fyrir. En það er þetta rangnefni, áhyggjulaust ævikvöld. Já. Það er fullt af fólki sem hefur verulegar áhyggjur. Fólk, ég tala ekki fólk sem skuldar. Það er í þessu hópi fólk sem skuldar námslán. Hældi því maður. Já, og hérna, þetta er allt annar hópur heldur en pabbi og mamma okkar voru, skilur. Þetta er bara himinn og haf þarna á milli. Og líka bara í þáttöku í þjóðlífinu, í menntun og ferðar, fólk hefur búið ellendis og hefur alltaf aðra sýn. Það er náttúrulega, það er hér ráðamenn, það er hér fólk inn í ráðuneytum og alþingi og annað sem heldur að Ísland sé nafli alheimsins. Bara alveg. Besta velferðarkerfi í heimi. Besta velferðarkerfi í heimi, sko. Það var sett bara núna nýla á þingi. Þegar menn segja svona hluti, þá er þeir að tala gegn betri vitum. Auðvitað. Þeir vita að þetta er ekki rétt. Biðlistan, tölum við bara þá, sko. Alveg. Heima hjá mér er kona sem er búin að bíða meir en 2 ár eða meira eftir hérna augnsteinaskiptum. Já. Og hún er sjúkur golfari og hún getur ekki spila nema með mér að hún sér ekki hvað hún að slá. Já. Hugsa sér að þetta skulle látast viðgangast. Öll þessi ármaður. Á þessum sko fína aldri mig til að geta verið bara, eins og segir, bara við leik og störf, sko. Þáttakandi og verið með í hlutunum, sko. Herðu, nú styttist í, það er framöndan aðalfundur hjá Landssamöndinu. Hann á þriðjudaginn kemur. Og við erum bara að berja á þessum hugmyndum og reyna að fá hérna menn til þess að, og við erum sérstaklega, ég er alltaf mjög sérstaklega að taka alltaf til að þessir stjórnmálaflokkarnir allir eru búin að taka undir allar þessar kröfur. Og þær eru allar komnar inn í hérna stefnumál flokkana. Og svo spyrum, hvað svo? En af hverju geta menn ekki stigið hér einhver skref? Og það er bara þessi eilíðar spurning sem við höfum. Menn hafa sagt, sko, við höfum að fara í einhverjar aðgerðir, sko, þú bara ekki út svona, þú nennir engu, þú þorir ekki neitt, þú ert bara huglaus og allt það. Ég get svo sem alveg fallist á það, en sko, menn að vera að segja, akkur förum við ekki bara út að keyra á föstudegi klukkan 3 og keyrum bara á löglegum hraða. Og bara keyrum Reykjanesbrautina á morgnana á löglegum hraða og bara lokum öllu draslinu, sko. Gerum allt vitlaust. Já, þetta er einu hugmynd. En ég veit ekki hvort að ég einhvern veginn trúi á samtalið í þessu, að menn geti sest niður og reynda að finna leiðir. Við erum búin að margsýna fram á hvað gerist ef einhverjar breytingar eru gerðar á þessum greiðslum eða tilfærslum. Þetta er bara tilfærslukerfi innan þessa samfélags. Og þessi peningar eru til. Það er ekki eins og við ætlum að fara þessum 54 eða 57 milljarðar lána það. Nei, en það er líka, sko,
að það er búið að skerða fólkið þessa peninga. Já. Það var áður. Já. Og þau voru alltaf hækkað. Já. Þannig að... Já, og hérna framlega ríkisins, sko, ég man eftir því það að, sko, maður kveikt á því að lífeyrissjóðirnir að borga meiri hlutan að eftirlaununum á TR. Af því að TR bara með, sko, borgar ekki nema það sem frá því sem að lífeyrissjóðirnir borga. Já. Og ríkið orðið stærsti lífeyrisþeginn, sko. Já, í rauninni, samkvæmt þessu. Að lífeyrissjóðirnir borga mest til ríkisins. Já. Það er alveg óheyrilega mikið. Já. Nei, þetta er ekki nógu gott. Nei, þetta er það ekki. Og svo finnst manni líka, sko, eins og menn, það eru örfáir þingmenn sem nenn að setja sig inn í þetta. Já. Þetta er ekki nógu fancy, sko. Þetta er ekki nógu sexy, sko. Nei. En svo ef maður að segja við áttuð ykkur á því vonandi verið því bara gömul og frisk og allt í góð, þá þurfum við þessa hluti. Tommi félagi okkar er elsti þingmaðurinn, Tómas Tómasson. Já. Og hérna... Já, það eru menn sem hafa vissulega talað fyrir þessu og allt það, en þetta kemst aldrei eitt lengra en þetta. Nei. Ég meina, þetta er allt hérna í þessum pappírum. Þeir eru búin að samþykkja þetta. Já. En vilja ekkert samkvæmt því. Nei, þeir eru búin að ræða þetta í sínum hópi og setja þetta inn í sína stefnuskrá og svo spyrir maður hvað svo. Helgi, það er hérna fyrir nokkrum árum síðan, þá varst í fórsvari fyrir Gráa herinn, hann var með svona smá aktivista. Já, við heldum mjög fínan fund í hérna Háskólabíó. Tróðfullt hús. Og tróðfullt hús og hérna, þá held ég að menn hafi svona áttað sig á því að þarna var þessi hópur að rísa upp, sko, varð sýnilegur. Já. Framhaldið einmitt, og þetta er nú eitt af því sem ég ætla bara að fá mitt fólk til að bara ræða á fundinum núna á þriðjudaginn, hvað gerum við næst, sko? Hvað finnst okkur eðlilegt að við gerum? Við erum búin að, eins og ég segi, senda öllum félögin öll, þetta eru 55 félögum allt land, þau sendu sínum verkalýðsfélögum og þingmönnum áskoranir að hreyfa þessum málum, sko, og þetta var mjög vel gert og allir fóru í þetta og allir vita af þessu máli, sko. En hvað þarf til þess að ýta þessu lengra áfram? Ég veit ekki, ég vil ekki kalla þetta þvermóð, sko, þetta er náttúrulega, ég auðvitað eru hérna gjaldaflokkar og framkvæmdir og annað sem við þurfum að gera líka, en þá skulum við bara gera þá líka, það er nóg til. Já. Þú veist, þetta er ekki það að við þurfum að fara að skrapa botnin í einhverju, það er langt í frá. Já. Við þurfum bara að sækja þá peninga sem við eigum úr auðlindum okkar og sameiginlegum auðlindum og nýta þá til sameiginlegra þarfa. Það er það sem stendur á. Það er ekki mikil reisni við því þegar að fólk sem er búið að vinna samkvæmt getu allt sitt líf að enda sem sagt í því að kvíða hverjum mánaðamótum eða síðustu vikun í mánuðinum eða jafnvel síðustu 2, sko. Já. Það er jól og páskar og eitthvað svona tímabil. Við verðum líka átt okkur á því að hingað er komið, hingað eru erlendir fólk sem hefur sest hérna að og er núna orðið fullorðið og hefur ekki unnið sér inn endilega, sko, réttindi í hérna til lífeyrisréttindi. Við verðum, hvað ætlum við að gera við það? Reka þetta fólk heim til sín eða til gamla landsins. Ég meina þetta er fólk sem er sest hér áður, innflytjendur og íslenskir ríkisborgarar og allt það. Þetta eru aðalega fullorðna konur og við getum ekki látið þetta bara danka einhvern meginn. Nei, og þessu er ekkert verið svarað kannski þegar að ræða við pólitíkina? Nei, það segja náttúrulega að það verður að gera eitthvað í þessu. Og svo bara, klukkan er orðin. Heyrðu, Helgi, þetta er eilíf barða. Já, það er það. Það er það og hérna, við erum ekkert að gefast upp, sko, við hljótum að finna eitthvað flöt á þessu. Sko, eini krafturinn sem við höfum, það er kosningarétturinn, atkvæðið. Og við þurfum að finna einhverja útfærslu á því að nýta atkvæði okkar í næstu kosningum. Mjög
samstilt. Já. Við þurfum að finna út úr því að er gott fólk, 67 ára og eldri eða 60 ára og eldri. Nú kjósum við bara svona, samkvæmt þessu. Ekkert sér framboð heldur, Nei. heldur bara Já. þeim flokk sem þið tristi best Já. til að taka á þessum málum. Já, Ertu ekki að meina það? jú, jú. Já. Þessi flokkar, þessi og þessi, hann segjast alltaf að gera þetta Já. og við vorum náttúrulega að geta þá vitnað í fórustumenn þessara flokkar sem hljóta þá ætla sér að tala til þessa hóps. Já. Ég held að sé eitthvað svona sem að geti haft áhrif. Og sko, menn verða að taka sér saman og segja, ok, þessi hópur ætlar að kjósa svona. Já. Ég held að það gæti verið hérna. Já, haft áhrif á einhverju allavega. Já. Já. Helgi, má ég skipta gír og tala við fortíðina? Já. Þú náttúrulega... Ég var bara nokkuð saklausa fortíð. Já, ég veit það. En þú varst náttúrulega mjög landsæktur maður. Bæði varstu náttúrulega í áberandi fjölmiðlun og Stöð 2 aðarlega, ekki? Já. Jú. Og svo náttúrulega í Ríó-tríónu. Já. Og hérna, þannig að þú lifðið með því að vera mjög þjóðþekktur maður. Já, ég rakst á fyrir hérna tilviljun kvittun úr hljóðfæraverslun Paul Bemburg frá 1965 og þá var ég að kaupa kontrabassa og hérna 65 og alla götur síðan. Þessi Ríó-mynd eða tónlistarmynd af mér, hún er mjög sterk. Og ég fann það svona, var svolítið svektur, það svona byrjaður yfir því ég held að ég væri eitthvað annað þegar ég var hérna í borgarstjórn. Ég held að ég væri svona bara borgarfulltrúi að redda heiminum og allt þetta sko, allir væri að mæna upp í mig sem slíkan og svo labbaði ég yfir Austurvöll einhvern tímann og gegnum svona úlingahóp. Og þá segir einn, heyrðu, nei, hann kallinn í Ríó-tríónu. Já. Það vissi ekki að ég var í borgarstjórn eitthvað svona. Nei. Það vissi þetta. Nei, já, þetta varstu þá. Þú varst náttúrulega mjög áberandi maður, sko. Þetta var svona, ég hlóða þessu sjálf, þetta var fínt. Já. Það lækkaði í manni rostan. Já, en Ríó-tríóið var stundum meir en tríó. Já, við vorum alltaf 4, sko, Gunnar Þórðarsson var með okkur, alla tíð. Og var náttúrulega alveg lykil maður. Hætti í trúbrot til að fara til ykkar. Já, hann bara vildi skipta gír líka, sko. Svo höfðum við þennan stórkostlega kraft sem kom frá Jónasi Friðrik Guðnasyni skáldi á Raufarhöfn. Það var svo mikill kostur. Við vorum fyrir þennan tíma áður en að Jónas kom til söguna sem var nú bara 2-3 ár. Þá vorum við að reyna að týna einhverja texta hér og þar og ég var að klambra einhverjum skrambarum saman og eitthvað. Svo kemur hann og yrkir svona flott og á fínu máli og maður var bara svo, þetta var svo bara partur af öllu að geta verið með hérna þetta er bara þessi fíni texti og þetta er ekkert bull. Nei, og húmor í skil. Og svo húmor, svo mikill húmor. Já, en hvernig kynntist þið? Hann á Raufarhöfn og þið? Hann var í samhællskólanum og ég er af gamlum og grónum framsóknarættum af Suðurlandi og hérna úr Ölfusinu og samvinnan var keypt á mínu heimili. Og hérna þar birtust ljóð eftir Jónas Friðrik, nemanda á hérna Bifröst og samhællskólanum á Bifröst. Og ég hringdi í Sigurðar Magnússon sem var ritstjóri og hvað hann væri þessi strákur og ég held að mér að sé á símanum, sagði Sigur, og ég tók bónin í bæ og fór mér á síma og spurði eftir Jónasi Friðrik Guðnasyni og hann kom hann út úr lyftunni og við tókum tal saman og vorum svo að spjalla saman í 45 ár eftir það. Hann er nýlega látinn. Já, hann er nýlega látinn blessaður. En hann skilur eftir sig, hann sé merkilegt svona, kannski ekki ævistarfið, hann skilur eftir sig merkilega söngteksta og sem eru jafnvel bara ljóð líka, eða ekki? Jú. Hann samdi ljóð líka? Já. Tár í tómið, er það ekki? Það er eitt af þessu fyrstu sem komið frá honum. Hann náttúrulega,
svo ofboðslega afkastamikill og duglegur og samtíð það fullt af lögum eftir það sem að fólk bara veit ekki er eftir hann, þessi ógrynni af jólalögum sem að hérna Björgvin Halldórsson var búinn að syngja og samdi mikið, þeir störfuðu mikið saman og hérna og svona það hérna detta inn alls konar lög sem maður segir, þetta lítur eftir Jónas, maður þekkir svona bragar og fer svo að tekka það af, jú, þá passar það. En hann bjó samt alla tíð á Raufarhöfn og nokkur ár sem hann, 2-3 ár sem hann var í bænum og þvældist þá með okkur þegar við vorum að spila, þetta var á því tíma sem við vorum að spila hvað mest, 50. 1. laugardag og sunnudag og allt það og hérna bjó á Ránagötu 19 og það var verst af öllu einn í heimi að búa í Reykjavík kúldrast upp á Kristjaberg í kvöld og þessu pólitík. Þetta er alveg, þessi texti er alveg táfílan að drepa þig. Já, hann hleypur svo þessi og rullar svo áfram og maður fann þetta, hann var náttúrulega músikant sjálfur, spilaði á saxofón og hann var búinn að syngja þetta allt sjálfur, þannig að þetta passaði allt saman og steinlá og hérna svona textar eftir textar sem komum frá honum. Ég held að mér misminnir ekki það kom einhvers staðar fram að það séu skráður eftir hann 420 textar í hérna safni Ríkisútvarpsins og ég veit ekki hvað þetta er í stef, það lítur að vera það sama en ég man aldrei eftir texta frá honum sem var eitthvað rusl. Nei, þið hafa ekki hafnað neinu sem Nei. Bara, það var bara ekkert svoleiðis. Og hérna, nóg nú af slíku, þannig segðu. Og hérna, ég man ekki eftir því, en svo var hann bara svo skemmtilegur þessi maður, hann var bara glaðsinna og þau voru mjög mikli vinir, hann og kona mín Birna, og hann á tímum bara Landssímans, að þá hringdi hann í hana á næturlagi og spilaði fyrir hann á saxofón í síma, kannski í klukkutíma 1,5 og henni fannst þetta voða gaman, lá og hlustaði á Jónas spila á saxofón en hérna og já, hann kom svona af og til í bæinn, það var ekki oft einu sinni á eitthvað 2-3 ára fresti og svona bara þá til að kaupa sér eitthvað föt og svona og þá hurfu þau Birna eitthvað og hann fór og keyptu sér kínamat og eitthvað svona sem honum fannst rosalega gott en hún sá að dressa hann upp. Já, þannig að þetta hefur ekki verið kunniskapur, þetta bara verið vinátta. Mikil það var nú það og bara þegar að maður hlusta á veðurfréttir Raufarhöfn 27 þú veist og 8 stiga frost og storm norðan Íshaf þá hringdi maður bara þú veist og töluðum með hvernig hefur það þetta er náttúrulega margótt komið til Raufarhafnar og allt þetta fyrir bara beint fyrir norðan bálinu og bara hvernig líður þetta Ég er í sumarbart og þyrlu frá Raufarhöfn trillu að það segja og það var svona alveg norðaustan bara mitt sumar maður alveg vetra klæddur alltaf dag þannig að og það er líka margan haft og ég held til dæmis að vinsældir okkar svona breiður hópur sem að við virtumst höfða til það er ekki síst fyrir textana af því að þeir eru utan af landi þeir eru úr öllu þjóðlífinu Stebbi og Lína það er bara gerist niður á höfninni í Raufarhöfn niður á kaja og við vorum náttúrulega bara svona borgarbörn og Kópavoginn og eitthvað svona og þegar maður las fyrst Bryggjupolli ég vissi ekki hvað það var þú veist og ég veist að ringi skáldi og spyrja hvað þetta væri hann hlósi mátlausan en hérna svona þú veist veislan á Hóli og svo eru þessi nöfn öll þau eru af Melrakkasléttunni úr þessi bæir eru allir til allt þetta sem hann eða voru til sem hann var að virkja og hérna þannig að það var þessi maður finnur það alveg að þetta er ekki sett saman á Laugaveginum þetta er svona öðru vísi Ég
þegar ég var á fréttablaðinu þá skrifa ég stundu bakþanga, hálfsmánalega eitthvað, það skiptir mikið máli. Og þá var ég að tala eitthvað, var ég að skrifa eitthvað sem að gekk ekki upp hjá einhverjum eitthvað. Og sagði svo í dagsins heimska lífi, margur draumur okkar dó, hann varð að deyja því við gátum ekki nóg, veistu það, að það hringdu margir í mig þennan dag. Hvaðan þetta? Ég konnustu þetta sko, hvaðan þetta sko? Þetta segir mér mikið sko. Og það var svo sérstætt líka hvernig hann gat unnið að hann var ekki mikið fyrir að ferðast og allra síst að koma til Reykjavíkur og hafði ekki þangað að gera nema að hitta vinnu af og til með löngu millibili. En okkur tókst að taka hann með okkur einu sinni til London, hann vorum að taka upp og bara fá hann með því að við vorum búin að taka upp undirspilið. En vorum svona búin að ræða hvað á þetta að vera og hvaða lag er þetta og þarna er til dæmis láttu mjúkra lokkafljóð og þessi lög og Stebbolína og allt þetta og það var svo gaman að fylgjast með honum þegar hann var hann kom bara og byrjaði bara að skrifa og orti þetta bara á staðnum og inn í stúdíó hann vildi vera það sem við vorum og bara satt út í glugga og var að semja Stebbolína meðan við vorum að syngja inn eitthvað annan lag ég bara fattaði ekki hvernig hann gat gert þetta. Bara samið á staðnum? Samið á staðnum og bara handskrifað og svo gaman að hann svo hvarf hann fórum að leita á hann var Jónas ekki hérna, er hann frammeikstaðar svo fórum við að tjekka á honum og þá hafði kallinn fundið leið svona stiga niður á hæðina fyrir neðan það var svona stórt hús og þar var svona kvennaklúbbur, svona bridgeklúbbur fullt af eldri konum sem var alveg æft og íkt og skreikt og þegar hann kom niður stigan og þannig að hann fengið sér gin og tónik með kellingunum. Það var alveg svo blóm í ekki þannig niður. Það var hæfilegur einhver maður. Mjög svo. Mjög. En Gunni Þórðar, hann var náttúrulega aldrei fremst á sviðinu, en hann var einn af ykkur. Já. Hann var náttúrulega bara hann náttúrulega lagði til alla þessa músík sína og á móti komu raddirnar okkar. Hann talaði alltaf það er þetta sérstaka fyrirbæri það er svona þessi framkoma og þetta svona yfirbragð sem þið hafið en það er þessar raddir og þetta harmóní sem að það heyrist alltaf eins og skot að þetta er við að syngja og það var bara svona við sungum gjarnan bara þess vegna bara einn mikrafónn eða bara tveir svona þétt saman og við stóðum þar fyrir framan og svo breytti hann okkur hann færði Óla Inga meira til vinstri og mig aftur fyrir og Gústa svona svona fyrir framan og svo hlustaði hann á eitthvað þetta á að vera svona það passar í þetta lag og eitthvað svona og kom svona aðeins dimmari tónn eða ljósari og svo náttúrulega brostum við alltaf þegar við sungum það var alveg brosið í þið konur í fílu núna, hvað er nú það er þessi gleði það er þessi skæri tónn sem kemur. Þetta voru þið skemmtikraftar líka. Já, en þeir vorum að syngja inn á plötur. Já, þú ert að tala þá gerðum við það. Og hann að rótir ykkur bara. Já, hann að rótir okkur svona og svo áttum við að mun eftir að brosa að hafa þennan tón með þennan skæra tón. Mikill tónlistarmaður. Almáttugur. Algjörlega sér á partí og svo hann var svo ofboðslega breiður og þetta er svo breitt þetta er frá bara sjálfmennta gítarleikari sem samdi svo óperu endar í óperu það var einhver sem skrifaði þetta hvernig getur sjálfmenntaður sjálfmennta gítarleikari samið heila óperu en hann gerði þetta bara skrifaði þetta bara allt og gerði þetta og hann var óhemju, hann var svo duglegur.
En það liggur mikið eftir það. Já, það sem er. Já. Og fjölbreytt. En þið voru, sko, tríó, það eru 3 menn í sveitinni. En voru 4 með Gunnar, heldur náttúrulega áfram bara heita Ríó tríó. Og svo bættist fleiri við stundum. Magnús R. Einarsson. Já, svo náttúrulega Jónas var alltaf með, sko. Já, Jónas, sem já. 50 maður. Magnús R. Einarsson með okkur lengi og bara einn af þessum félagum og svo Björn Thoroddsen. Já. Og þetta var náttúrulega bara einvala lið. Og við vorum 7, gæðan. Já, það mestar í tríóinu. Já. En þið voru, sko, ég segi, sko, já, það var náttúrulega þekktustu hljómsveitir þessa tíma, sko, það var svona Hljómar, Trúbrot, Ríó tríó og nú vil ekki gleyma neinum, Óðmenn en þið voru á þessum standard, þið voru meðal fremstu hljómsveitar landsins. Já, við náttúrulega vorum sem sagt skemmtikraftar þannig séð, eða músikantar sem að við spiluðum aldrei fyrir dansi. Nei, þar kannski munurinn. Og vorum ekki í því. Eina skiptið sem spiluðum fyrir dansi, það var í Sigtúni, eða gamla sjálfstæðishúsinu, á ásátt í færingafélagsins. Við fórum að spila þar einhver íslensk þjóðlög og þá bara stóð allir menn upp og fóru að dansa. Sýna að færingsku dansaði þetta. Og við mistum alla athygli og engan áhuga okkur, við bara fórum. Þeir fóru bara að syngja. Þessar stemmu þeirra sem er alveg óendanlega. Já, við hafðum ekki að gera. Nei. Bara týndust út af svinnunni. Það er nú ekki verið oft sem að áhorfundur eða áheyrendur, sko, gleymd að hlusta á okkur. Nei, þetta var bara skemmtilegt. En Ríó tríó kemur aldrei saman aftur? Nei, það gerir það ekki. Þú tókst ákvörðun? Já, þetta fór með Óla mínum því miður þegar hann fjall svona frá með hræðilegum hætti og ég gat ekki séð neina, við vorum náttúrulega búin að kynntust þegar við vorum 9 ára og vorum alltaf saman í skóla og allt og ég gat ekki séð neitt flöt á því að halda þess áfram án hans. Ekki löngun til þess? Nei. Og ekkert erindi. Nei, þú ekkert farið svona eitthvað sóló að syngja þessi lög og enga vilja, þetta var bara búið. Já, við gerðum þetta saman og það vantaði svo mikið upp á að það þýddi ekki neitt, eða í mínum huga gekk það ekki neitt. Nei, en hvað er þetta mörg ár sem þið voru starfandi? 65 til 2011. Þetta er svona lengi. Þið voruð að fylla hérna Austurbæjar bíó nokkru sinnum er það ekki? Háskólabíó og svona. Ég var ekki að tók ekki plötu í Háskólabíó. Var í Háskólabíó? Já. Og við vorum á flegi ferð í tónleikaferð þegar þessu lauk. En og hefðum án efa haldið áfram lengur. En þetta fór svona. En við eigum góðar minningar og ég finn líka fyrir því að svona í þau örfáskipti sem ég eitthvað hlusta á þetta eða heyri, við erum nú tildulega lítið spilað ég veit ekki, það er kannski miklu meira en ég heyri en ég ánægði með að þetta er vandað. Það er það. Þú lítur eitthvað að hlusta á þetta? Já, svona af og til. Stór hluta þínu lífi? Já. Og sérstaklega það eru svona einstök lög sem ég man alveg eftir að voru rosalega erfið. Og mikil raddsetning og ég náttúrulega stóð þannig að ég get ekki lesið nótur og kann það ekki og það var oft sem að það var svona ansi bara að vinna að læra laglínundan sem mér var ætlað að syngja því ég var gjarnan að syngja hæstu röddina en ég er líka með ágætis bassa þannig að þetta er svona ég syng á mörgum stöðum í þessu. Já, það er það er annað þekktur bassaleikari sem les ekki nótur. Paul McCartney fyrir henni. Já, blessaður, já. Það tekur ekki þessu. Nei, þetta er einhvern veginn, það því miður, ég bara, og það voru margir að reyna að kenna mér og ekki neinir, ekki að verri endanum, að reyna að kenna mér að lesa nótur, ég bara náði þess aldrei. Bara náði þess ekki.
einhvern tímann sögðu þeir nú þarna bítlarnir að þeir kunni ekki að skrifa niður lögin sín, þá verður það að vera góð svo þau myndu muna þau, sko. Já. Það tæki því að muna þau, sko. Einmitt. Já. En af hverju varstu á bassa? Það var svolítið einföld skýring, ég meina Gústi og Halldór Fannar á undan honum og Óli voru með á gítar og það var svona lúkið á svona þjóðlagagrúpum og þá var kontrabassi með og ég var bara settur í það. Ég kunni ekki neitt að bassa og hafði aldrei spilað, lærði aldrei á gítar en ég gat klórað mig fram úr bassanum á endanum, bara sjálf menntaður eiginlega, já. Ég fór einhvern halvan vetur í hálft nám í kontrabassaleik í tónlistarskólanum í Reykjavík, þá átti ég að fara að læra sko, symfónískar einhverja hluti sko, og það gekk ekki neitt sko. Nei. En þú varst ekki þar? Nei. En hérna, bassin er stórt og mikil hljóðfæri. Hvað þurftur að kaupa marga í gegnum þessi ár? Ég keypti einn, hann 65 og seldi hann 70 og keypti bassan sem ég á enn og spilaði alla tíð á af Kára Jónasinni, fréttamanni. Já. Hann spilaði á kontrabassa og spilaði hann á kontrabassa? Átti bassa og ég kynntist Kára niður á skólagötu eða á Tímanum þegar ég var að byrja í blaðamennsku og hérna á þennan bassa enn. Hann stendur uppi og spilar eitthvað á hann? Já, aðeins svona fikt eitthvað sko, en það er bara svona eitthvað dúmt. Ekki alveg runnið? Nei, það er bara svona dúmt eitthvað. Svo bara er ég líka náttúrulega mjög ánægður með sko að ég á svo fínan föðubetrung í tónlistinni sko, Snorra, að ég þarf ekkert að vera að bæta neinu við. Hann sér alveg þetta. Já. Hann er náttúrulega mjög virkur tónlistarmaður. Já, mjög svo. Ljómandi. Þér finnst gaman að hugsa þér, ég sé það á þig bara. Já, ég er mjög stoltur af honum og þeir strákarnir hafa verið að gera fína hluti og það var náttúrulega þegar hann skaust upp á svona stjörnuhimini þarna 2006, það var alveg með ólíkindum sko, hvað kom mikið frá þeim á stuttum tíma. Sprengjuhöllin? Já, Sprengjuhöllin. Það var flott. En fjölmiðlunin, þú sko, þú varst náttúrulega, sko, þú hafði andlit fyrir sjónvarp, þú fórst þangað, þú varst ekki bara skrifa í blöðu eitthvað, þú varst lengi í sjónvarpi. Já, og svona í þáttagerð. Og daglegu gestur bara. Já, mikið í þáttagerð, sko. Já. Og ég hafði þetta bara rosalega gaman að því og mér finnst, ég er að sjá, ég er að rekast á þessa þætti sem heita Manstu gamla daga. Já. Sem við heitin Ammendrup gerðum og Jónatan Garðarsson gerðum saman í sjónvarpinu. Og það byggðist á því að ná til allra þeirra sem hafði aldrei verið talað við. Músikanta sem höfðu ekkert verið svona voru eiginlega horfnir út af sjónarsviðinu, voru gamlir rockarar og söngkonur og svona sem höfðu verið uppi á sínum ferli í kringum 50, 55 eitthvað svoleiðis og fyrir Bítlana alls saman sko. Og þar er allt þetta fólk núna sem þetta er alveg hafsjór af skemmtilegheitum og mér sérstaklega minnistæður þáttur sem við gerðum með söngkonunum öllum og þar náðum við sem Sigrúnu Jónsdóttur, Erlu Þorsteins, Nóru Brocksteð, Ingibjörgu Smith og öllum þessum söngkonum og Helenu Eyjálfsdóttur og mér minnist að það átt að fara út sko daginn eftir upptökurnar og Dagi bauð heim til sín og svona huggulegt og það var fljótlega ákveðið að þær færi ekki neitt fyrir að færi bara beint út á flugvöll og þetta var eitt mesta partí sem ég hef lent í. Harða kellingarnar. En út úr þessu kemur sko út úr þessum þáttum er bara gríðarlega mikið efni sem að annars hefði bara farið hreinlega forgörðum. Það var ekkert farið það hafði aldrei verið talað við Óðinn Valdimarsson til dæmis eða Jón í bankanum eða neitt af þessu fólki. Þegar Sigfús Halldórsson lést þá var þetta eina viðtali sem var til við hann í lit til dæmis og alls konar svona hlutir sem hafa komið upp úr þessum þáttum.
en mest gerði maður svona dægumála þætti á Stöð 2 með Völu vinkonu minni, Matthías Dóttur og svona 1919 fyrir bærinu. Þannig að það er svona það sem maður var í. Já, þið voru daglega, Já, er það ekki? jú. Inn í þessum fréttapakka sem hér 1919. Já. Maður vann bara frá 9 til 10 á kvöldin, alla daga, laugardag og sunnudag og allt saman. Í ykkur ár. Mjög fjölskylduvænt. Eða hitt og. Með 4 börn heima. Já. Það er voðalegt. Já, en þetta en þú menntaði kennari, eða ekki? Ég menntaði kennari. Þú kendir eitthvað, ekki? Já, ég var í 2,5 ára eitthvað svo. Þetta datt alveg saman við það að þetta spilið var alveg að taka yfir, sko, var orðið svona mikið. En svo ég fjölmiðlafræðingur frá American University í Washington, fór í háskóla líka. Og hérna vann þá sem fréttaritari fyrir RÚV út í Washington í 3 ár. Já. Og hérna, það var líka mjög skemmtilegu tími. Var það þetta áður en þú fórst? Nei, þetta var 8-10. Nú. Ég var búinn að vera alllengi í fjölmiðlun fram að þeim tíma, sko. Já. Það var auðvitað mjög fróðlegt. Já, er það ekki? Jú. En það er greinilega, sko, allt önnur Ameríka heldur en þarna í dag, sko. Já. Guð minn almáttugur, þetta er ekki. Já, það er ekki, ekki líkt burðugt hjá þeim. Nei, þetta er alveg ótrúlegt, sko. Við erum að fara að kjósa okkur fórseta, sem náttúrulega ekkert í líkingu við fórsetan þar, en við erum samt að kjósa okkur svona þjóðarleiðtoga og margt ágætt fólk í boði. En svo er þetta verið kosningarnar í Bandaríkjunum í nóvember, það er hérna Biden og Trump, þetta er ekki burðugt. Já, maður bara, ég á svo erfitt með að átta mig á því hvernig í veröldinni, sko, 360 eða 400 milljóna manna þjóð á ekki nema þessa 2 menn til þess að bjóða fram. Þessi 2 stóru flokkar. Ég skil þetta bara ekki. Og hérna, þegar þetta er komið á stjórnmál í Bandaríkjunum komin á ótrúlega skrítin hátt og manni virðist vera svo stutt í vopnavaldið. Og það er svona undirliggjandi náttúrulega, það er bara daglega fréttir að það sé verið að drepa börn í einhverjum leikskólum eða skjóta það í shopping eða verslunarsendirum og allt mögulegt og það er allir hættir að yfta öxlum með þessu. Já, svo lausnið svo að vopnaða kennarana? Verja bara alla og kennarana. Kennararnir með bara vera með vissu? Einmitt. Það er reddingin. Þetta er ótrúlegt. Alveg ótrúlegt hvert það samfélagi er komið. Sem náttúrulega segir manni það að þetta er sennilega ekki mikið. Þetta er ekkit sérstakt samfélag. Þetta eru náttúrulega öll þessi ríki sem hafa allar sínar sér áherslur. Sína eigin lög. Sína eigin heri og allt mögulegt. Þannig að þetta getur brugðið til mjög margra hona sem hann er að gerast því miður. Heyrðu Helgi, ef ekki að fara að segja þetta gott. Þú hefur nóg að gera sem formaður Landssambandsins. Já. Undirbúið aðalfund og halda áfram að berjast. Já, og ég hlakka til að taka þessan snúning núna með mínum félögum á því svona hvernig við berjumst. Já. Það er mín spurning. Já. Hvernig eigum við að berjast? Hvaða vopn finnið þið? Já. Herðu, en það er hérna margir mikið undir því að ykkur gangi vel. Já, það vill þú til. Já. En það er auðvitað gaman að sjá til þess. Ef við sjáum til hvað við getum gert. En þetta liggur á borðinu alveg það sem við viljum. Við teljum að við séum ekki að gera ósanngjarnar kröfur, alls ekki. Nei. Og við teljum að sé til peningu fyrir þessu. Já. Herru, bara vegniði vel. Ég er 70, þannig ég er skjólstækur ykkar. Þú ert í hófnum. Já, vegniði vel. Og ykkur fyrir að vera með okkur. Ég var hér aftur næstu viku með einhvern annan gest en sæla sinni.